þá komið að febrúarleiðsögn fyrir Steingind. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. En við dendum okkur beint í lesturinn, byrjum að athuga hvaða Steingind ég er að tala við. Það sem er komandi, þá er leiðsögn og hvaða áhrif þetta hefur. Það er Steingind. Mér finnst það að vera mikil uppbygging á þér síðustu misseri. Þannig að þú hefur verið að auka sjálfstraustið þitt, sjálfsálitið þitt, það er allt búið að vera í sveiflu upp á við sem er mjög gott og þú ert svona að átta þig betur á eigin styrkleikum og fyrir vikið þá í dag þá ertu svona að sjá svona kannski fleiri valmöguleika í kringum þig, fleiri leiðir í kringum þig heldur en þú áttaði þig á hérna áður fyrr, að það er svona, þú ert að sjá að þú getur bara og kannt ýmislegt og getur gert ýmislegt, að þér eru allir veginn færir í raun að veru, þannig að núna eru fleiri möguleikar í kringum þig heldur en voru áður. Núna næstu misseri þá svona, það fer þessi sjálfsrækt eða efling sem að hefur verið í gangi upp á síðkasti, hún fer að hafa meira áhrif á tilfinningar þínar. Að meðan þú ert búið að vera í þessari uppbyggingu á sjálfinu, uppbyggingu á sjálfstraustinu og örygginu, að þá fara síðan allt inn á tilfinningarnar að segja til sín og láta vita að þær þurfi úrvinnslu. Og það getur þýtt að þú þurfir allt inn að hleypa út einhverri sorg til dæmis, gera upp eitthvað úr fortíðinni, tala einhverja reiði, jafnvel gráta svolítið, fá einhverju útrás fyrir tilfinninguðinum, en það er líka bara mjög eðlilegt að því að núna ertu búið að byggja sjálft þig þannig upp að þú ert færara að takast á við tilfinningarnar heldur en áður. Og leiðsögnin þín er að ekki fela þig, ekki loka þig af eða reyna einhvern veginn að kúpla þig í burtu eða já, einmitt einangra þig á meðan þú ert að fara í gegnum þennan tilfinningapakka. Það gerir engum gott, það er bara mjög óráðlegt í þannig aðstæðum að ætla að fara að loka sig eitthvað að því að síðan framundan þá er heldur þessi vegferðin áfram og bara á mjög góðri siglingu. Og það er hér áminningum að þú ert alls ekki eitt, heldur ertu með stuðning bæði hjá fólkinu þínu hérna megin og svo líka úr hinum heiminum, úr andansheimum. Það er líka stuðningum við þig. Og þú þarft alls ekki að fara eitt í gegnum þessa vegferð og þarft ekki að fara eitt í gegnum þessar tilfinningar. Það eru margir góðir með þér og stuðningur er ómetanlegur. Og í rauninni ef eitthvað er þá að vera í góðu stuðningsneti og leyfa aðstandendum manns að styðja við sig. Það eykur á tengslin og dýpkar tengslin og traustið á milli einstaklinga. Þannig að væntum þykja dýpkar og vináttubönd dýpka. Þannig að ekki láta það aftur að þér að vera kringum aðra. Einmitt leyfðu þínum nánustu að fylgja þér. Það er rétt eins og þú myndir fylgja þeim í gegnum erfiðleika. En það er framundan, það er mikil samvinna og mikil stuðningur með þér í þessu. Og við skulum fá smá auka innsýn hér.
Það er miklu meira jafnvægi á þér núna heldur en áður. Þú veist, þú ert bæði með miklu jafnara, sko, hvað er eðlilegt sjálfstraust og hvað er eðlileg sjálfsmynd. Það er allt miklu sterkara og heilbrigðara og meira jafnvægi þar á. Og einmitt þetta, sko, að stendur einhvern veginn sterkar í lappirnar, stendur í báða fætur og finnur að þú getur farið, þú veist, þessi fætur flytja þig langt og hver sem þú ætlar. En með þessari eflingu allri að þá er að verða þessi tilfinningalega vöknun og jafnvel svolítið andleg opnun sem að getur eins krefjandi, og þá er þessi áminningum að leyfa stuðninginn, hleypa öðrum að þér og leyfa öðrum að styðja þig, að ekki setja bara þyrnirunina allt kring þannig að enginn komist að því að það getur orðið svo einmanalegt. Og áminningum að það er svolítið þú sem hefur valdið. Eins og ég segi, það dugir ekki að setja upp fullt af þyrnirunum kringum sig og kvarta svo undan því að það kom aldrei neinn í heimsókn. Það er svolítið þar verið að minna þig á. Þú hefur valið, þarft ekki að setja upp þyrnirunana og þú getur þá stungið upp og hoggið á burtu. Og valið er þitt og þú hefur, það eru margir góðir í kringum þig. En þetta verður áhugaverð vegferð og mikil vöxtur, áframhaldandi vöxtur, og það er óbúslega fallegar tengingar framundan í samstarfi og stuðningi og svona dýpkanir á tilfinningatengslum við það sem eru þér nánir, vinir, aðstandendur og ættingjar og förunautar og samferða fólk í lífinu. En þá ætlum ég að fá örstutt skilaboð í lokin, bara rétt að taka heim og saman. Og það er hér serenity, það er jafnvægið, jafnflæði. Textinn segir, finndu jafnflæði í náttúrun, eða sem í faðmlagi náttúrunar. Náttúran er friðhelgið þitt. Það er nefnilega alveg ofboðslega heilandi að komast aðeins út í náttúruna og fá að vera svolítið í truflanalausu umhverfi. Að finna svolítið bara flæðið og taktinn í náttúrunni, hann er oft svolítið öðruvísi heldur en innan bæjar í kringum alla umferð og malbik og tækni og fullt af fólki. Það er svo ágætt að geta komist aðeins bara út fyrir bæjarmörkin, yfir náttúruna og leyfa sér að stíga í taktinn sem náttúran fylgir og finna flæðið í því og finna að það er svona cirka bát í takt við hjartsláttinn. Bara svona venjulegan hvíldarpúls. Þannig að leyfðu þér að stíga inn í það flæði. En þá vil ég segja að þessari leið lokið. Ég vona skilaboðin til sönnu réttur þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.